bréf velferðarvaktarinnar og ég ætla aðeins að minnast á það að á þau atriði sem að snúa að sveitarfélaginu. Þetta náttúrulega atriði sem að snúa bæði að sveitarfélaginu og ríkinu, en það sem að snýra sveitarfélaginu og ég ætla aðeins að minnast á fyrst og fremst liður 4, en þar verið að tala að unnið verið gegn því að sporna félagslegri einangrun og einmanaleika aldraðra sem orðið hefur til vegna COVID-19. Þetta náttúrulega á verksviði sveitarfélagsins. Allt það starf hefur náttúrulega legið niður í og ég held að við þurfum náttúrulega að reyna bara að koma því einhvern veginn í gang núna og það verið að tala að auka áherslu á frístundaiðkun, geðrækt, hreyfing og forvarnir til þess að auka lífsgæði og draga úr einmanaleika. Og auðvitað er þetta náttúrulega bara erfitt en núna þegar þetta fyrir að losna þá náttúrulega kannski fer aðeins þess að losna þessar hömlur. Og ég efast ekki það að nýr sviðsstjóri í þessu sviði, hann muni gera sitt besta til þess að bæta úr því að þetta verði í góðu lagi. Nú síðan náttúrulega var verið að tala lið 8 niðurgreiðslur vegna íþrótta og tómstundastöðu barna sem búa við fjárhagsþrengingar verði auknar. Þetta búið og það vel og við munum ekki því sem að vorum á fyrri fundum. Nú liður 9. Börnum sem búa í fjárhagsþrengingum verði tryggðar ókeypis skólamáltíðir. Þetta náttúrulega bara búið að vera hér í þessu sveitarfélagi og ég hef alltaf stutt þetta búið að vera frá 2006 og ég hef aldrei mælt þessu mót. Bæði þegar ég var formaður foreldrafélagsins nýja seinna og finnst mér að þetta sé bara vel að þessu verki staðið í þessu sveitarfélagi hér. Það er ekki bara þeir sem eru fátækastir, heldur það eru börnin sem fá skólamáltíð. Nú, svo talað að skólastjórnir sjáu aðgengi að viðeigandi tölvubúnað hamleiki námi barna í. Ég held að ég hafi fyrir sagt að svo sé ekki hér. Þannig að þetta sé bara í góðu lagi. Og ég held það að virkilega þegar við erum að horfa hér á þessar áhættu frístundar velferðarvaktarinnar að það sé bara frekar vel að þessum málum staði í þessu sveitarfélagi okkar. Og þetta var svona hrós dagsins. Skiljiði. Nú, ég ætla að koma sjá hvar var ég staddur í þessu. Þetta var velferðarvaktin. Nú, ég ætla aðeins að minnast á vel að byggðakvótinn sé komið smávegis og við vonum að hann gangi út í þetta skiptið, bara svona rétt að minnast á það að við höfum fengum einhver 15 tonn og eigum kannski eitthvað frá því í fyrra. Nú, síðan langaði mig aðeins til að snúa við blaðinu og horfa hér á lið sem heitir 1.18. Það er fundargerð Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum. Eins og við vitum með Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum þá er þetta bara hinn ákvöldasta samkunda og þetta var haldið stjórnarfundur 16. desember sem ágættur forseti og stjórnarmaður gat því miður ekki verið á, hann gat bara ekki sótt hann og varamaður hans ekki heldur. En þarna var náttúrulega farið yfir ýmis mál og meðal annars það að undir lið 4 og það er eiginlega það sem ég langar til að spyrja liður 4 þá segir þarna stjórn SSS óskar eftir tilnefningu frá sveitarfélagi stafrænt ráð landshlutans. Ég veit ekki, þetta kannski búið að gera þetta en ég hef ekki heyrt að þetta hefur ekki verið rætt meira hjá okkur. Hverjir ætla að fara í stafrænt ráð sveitarfélaganna. Við erum örugglega eitthvað gott fólk sem er velast því að fara í þetta ráð. Nú síðan náttúrulega er þarna eitt sem er úthlutun uppbyggingarsjóðs Suðurnesja. Ég held að sé alveg tilefni til þess að minnast á það hér að verkefni sem að tengjast hér okkur í Voganum voru 4 sem fengu úthlutun þetta skipti. Það er náttúrulega þetta Voga TV sem við þekkjum vel, sem er í annað skipti að fá fjárveitingu til þess að taka upp menningartengda viðburði og fékk 500.000 krónur. Nú síðan er náttúrulega minjafélagið sem stendur sig vel í því að huga minjum og þeir eru að fá styrk út af samkomuhúsinu Kirkjukot og 800.000 og hlöðuna Skjaldbreið sem eru líka endurbyggja og fá 1 milljón í það. Nú síðan er það náttúrulega
stóra framlagið hérna sem tengist okkur í Vogunni hér, því að tónlistarkennarinn okkar, tónmenntakennarinn okkar, hún Alessandra, hún fær þarna hvorki meira minna 2 milljónir til þess að gera rafræna útgáfu á samtímaóperunni Góðan daginn frú forseti. Og þetta náttúrulega meiri háttar verk og að við skulum hafa þessar konur í vinnu hérna hjá okkur, það bara algjör dýrgripur. Og það náttúrulega bara mikið gott fyrir okkur hér í Vogunum að hafa slíka listamann hér í starfi hér hjá okkur. Og ég ætla nú bara óska öllu þessu okkar fólki til hamingju með þessa úthlutun og veit að þessu verður það verður unnið úr þessu með góðum hætti. Takk fyrir. Já, takk fyrir það, Jón Geir. Það er kannski það að ég kann ekki vilja segja á heimasíðu Sveitarfélagsins að byrjaði að auglýsa líkamsrækt aldraðra sem bara vel og ég tek bara undir hrósið varðandi fundargerð SSS. Mér minnir að við erum með sameiginlega á Suðurnesja bæði þennan fulltrúa í stafræna starfi. Ingar, þú beðið orðið og svör. Já, góðan daginn, forseti og bæjarfulltrúar. Mér langaði bara eins og Björn að taka undir þetta með hjólastíg. Mér finnst það svolítið vel sloppið miðað við áætlunina. Þannig að ég rosalega ánægð að sjá það. Og svo í sambandi við lið 1.9, þá langar mér svolítið að vita í sambandinu Hæstabæk, hvað á hann að vera? Og ég harma það að sé ekki farið í seyrulósuna þessu ári. Takk. Já, takk fyrir það, Inga. Það sé ekki alveg búið að ákveða staðsetningu Atlabæksins, ég veit ekki til þess, en það í vinnslu. Bergur, þú beðið orðið og svör. Hljóðnumin ekki á, Bergur. Byrjaðu bara aftur, virðulegur forseti, fyrirgefðu. Ég ætla bara að taka undir með bæjarfulltrúa Birnu og bæjarfulltrúa Ingurud með fagna því að þessi hafnað framkvæmd við hjól- og göngustíg. Það veit svo sem allt eitt að það er mikið búið að þrýsta á þetta og vinna þessu lengi, þannig að þetta séu fáir glaðari heldur en sá sem að hér mælir. Nú, ég þakka Jón Geir Hjörvari fyrir hans hrós til sveitarfélagsins og samstarfsmanna sinna í sveitarfélaginu þegar hann las upp í skýrslu velferðarvaktarinnar. Þetta allt saman rétt og satt og vonandi fer þetta bölvaða COVID nú að blása í burtu þó að ekki bara eldri borgarar heldur allir geti farið að geta frástöðu strókið. Byggðarkvótinn, já. Ég man nú ekki í hvaða skipti við fáum úthluta byggðakvóta, en ég verð bara að segja það og ég hef svo sem sagt það áður og það kannski verið í þrengri hópi. Mér finnst þetta hálfhjákvæmlegt að við séum að sækja byggðakvótann, mér finnst þetta hálfhjákvæmlegt að við séum að fá byggðakvótann til þess að fleyta honum óbrúkuðum á milli ára. Ég held í alvöru að þessi örugglega einhver sveitarfélög sem hafa tapað kvóta virkilega sem að hafa meira við þetta að gera heldur en við, en það er nú bara það sem ég finnst enn við þetta úthlutað. Vonandi núna breytist eitthvað og eitthvað kemur og sækjur og getur nýtið það til þess að skapa þá vinnu í sveitarfélaginu eins og til stofnað með byggðakvótann. Meira var það ekki að sína. Takk. Takk fyrir það, Bergur. Og fleiri hafa ekki málið að leggja þessa fundargerð fram til samþykktar, þessi samþykkja þessa fundargerð eins og það skrifir merki og hún samþykkt samhliða. Það var annar mál á dagskrá sem fundargerð bæjarráðseinni númer 323 og orðið laust. Já, Jón Geir, gjörðu svo vel.
Það slökkt á hljóðnumann, Jón Geir. Ágæti forseti, fyrirgefðu ég var að tegja mig líka í þetta sem ég er með fyrir frá mig. Ég ætla að tala lið 2-4, úttekt á fjármálum sveitarfélagsins. Ég held að það sem við erum í raun og veru að sækjum það að fá fjármuni til þess að gera þetta frá jöfnunarsjóði. Og við skulum náttúrulega bara vona það að þessi úttekt hún muni skila einhverju og skila einhverjum lausnum því að nógu er erfitt hérna. Við vitum það sem erum unnum og voru síðasta fund hér framtíðina, að framtíðin var nú ekki allt og björt fjármálin því að það náttúrulega er hér halli og spáð alveg hreint bara liggur við inn í framtíðina þangað til þó langt. Og ég veit það ekki, við hefum stundum verið kallað svolítið svona þessi neikvæði og svartsýni. Ég er ekki viss að ég sé neitt orðið neitt rosalega bjartsýnn á þetta ár í ár allavega. Við skulum aðeins sjá þegar líður inn á árið hvernig hvort að hlutirnir lagist eitthvað. En þetta náttúrulega er mjög gott verk og ég horfi mikið til þess þegar við fáum þessa úttekt hvernig hún lítur út og hvernig framtíðin er hjá okkur og hvernig hún lítur út og hvernig Róbert muni sjá þetta. Það verður bara hreinlega spennandi. Ég held að við munum aftur ræða þessa úttekt hans seinna. Takk. Takk fyrir það, Jón Geir. Nú orðið er ennþá laus. Ykkur sem taka til máls og ekki. Þá legg ég þessa fundargerð fram til samþykktar, þeir sem samþykkja hana vinstri og skrifmerki og hún er samþykkt samhljóða. Þriðja mál á dagskrá er fundargerð fræðslunefndar sveitarfélagsins Voga, fundargerð nr. 93 og orðið er laust. Bergur, þú orðið, síðan Jón Geir og svo Björn. Bergur, gjörðu svo vel. Já, virðulegur forseti, ég ætla bara aðeins að tæpa á fyrsta lið skýrslu félagsmálaráðuneytisins sem samþætta þjónustu í þágu farsældar barna. Skýrsla var sem lögð fram og mjög áhugaverð og spennandi að sjá hvort að allt þessu verður almennilega sem er bara óskandi. Þetta er mjög framsækið og skemmtilegt plagg og ég hvet bara þá sem ekki hafa lesið þessu skýrslu til þess að bara gera það. Mér er það ekki bílið. Já, takk fyrir það, Bergur. Taka hendina niður. Jón Geir, þú beðið orðið. Gjörðu svo vel. Ágæti forseti. Þessi skýrsla er náttúrulega alveg stórfín eins og Bergur sagði. Ég ætla nú ekki að fjölyrða hana, ég ætla aðeins að minnast þarna á 3.2. Og ég held að við þurfum að nú veit ég það að ég held að Bergur hafi verið á þessum fundi þannig að hann þekkir þetta mál kannski og fekk alltaf þessar skýringar við þetta sem að við fengum ekki, ég fekk bara fundagögnin sem er eitt blað. En það sem ég sýnist vera samkvæmt því er það að staða okkar á yngsta stiginu samkvæmt þessu samræmda könnunarprófi er bara því miður ekki nógu gott. Við erum þarna að þvælast í kringum 40. sæti, 38. til 40. sæti á landsvísu sem er náttúrulega ekki gott í miðað við alla skóla í landinu. Hins vegar þá lítur þetta allt öðruvísi út þegar við horfum á miðstigið og þar erum við náttúrulega bara svolítið yfir meðalagi og ég held að við þurfum bara að horfa á það að þetta sé nú bara gott vegna þess að við erum að horfa þarna á þetta fólk þetta með þessi miðstig í stærðfræði í reikningum aðgerð, þessi 7. sæti yfir landið, það held ég sé bara mjög fínt. Þannig að við sjáum það að kennsla þarna og þessi krakkar, þau eru svona, þetta er bara mjög gott hjá þeim. Og ég held að við þurfum bara alltaf að fylgjast með þessu, ég held að rætt þetta á hverju ári, hver staða okkar barna og unglinga er í skólanum og ég held að þurfum eitthvað aðeins að bæta í þarna á yngsta stiginu en miðstigið það bara það kannski þarf ekki að bæta í það þarf að halda því sem að það hefur.
Takk. Takk fyrir það. Jóngeir, þú mátt setja hendina niður. Björn, þú ert næstu gjörðsvöld. Já, forseti bæjarfulltrúar. Ég vil bara taka undir þarna málið 3.1, skýrsluna frá félagsmálaráðuneytinu. Og svo vildi ég bara benda á í málið 3.3 þá vantar niðurstöðu nefndarinnar. Takk fyrir. Já. Þetta aðtugað væntanlega kynnt, nemendakönnun Stóruvogaskóla kynnt. Bergur, þú hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Jú, takk fyrir positív. Skýrslan var bara lögð fram að það var ekki önnur niðurstaða því. En bara aðeins að bregðast við því sem að bæjarfulltrúi Jóngeir kom fram með það væri hálf svona fátæklegar upplýsingar í þessari könnun sem ekki könnun heldur könnunaprófunum, samræmdu könnunaprófunum. Það er ástæða fyrir því, Jóngeir, að þetta svona að hún svo að það eru svo fáir nemendur í hverju bekkjardeild í Stóruvogaskóla að það bara mjög, það er alveg einfalt einhvern veginn að persónugreina hluti. Það einhvern veginn þannig að því fámennari sem skólar eru því hrárreiskýrslur verða nú svona niðurstöður sem eru settar fram. Það ástæðan fyrir þessu, en hins vegar var nefndinni kynnt aðeins ítarlegri skýrsla heldur en svo sem kom fram í fundarlokkunum. Og þetta er sem ástæðan fyrir því. Takk fyrir. Takk fyrir það, Bergur. Nú orðið ennþá laust. Ykkur sem hefur beðið orðið á bara verki þessa undangerð fram til samþykktar. Þessi samþykki hanaðinsverðskeiðmerki. Hún er samþykkt samhliða og fjórða mál á dagskrá undangerð skipulagsnefndar, undangerð nr. 21. Orðið er laust. Jóngeir, gjörðu svo vel. Jóngeir, þú ert með strax á mikrofónunum. Takk fyrir ábendingun, ágæti forseti. Ég ætla að minnast þarna á lið númer 4.3 sem er náttúrulega þarna fjallar 4.3 er deiliskipulag elsta hluta þéttbýlis í Vogur. Og þetta eru svona þessar ábendingar sem komu þarna tilbaka frá skal ég segja þig, bæði íbúum og þeim umsækjendum. Sjá, ég var nú með hérna er þetta. Sko, þetta sem fylgigögnin með þessu það er skipulagsstofnun og þá segir skipulagsstofnun þarna meðal annars gert er ráð fyrir að skoða möguleika á þéttingu byggða, til dæmis á reið sem kallast kirkjuhorn og stækkun reiðskóla. Og ég ætla að lesa hérna hvað þeir segja hérna. Þetta 2 síðustu málsgreinar hljóða svo. Stofnunin minnir á við gerð skipulags eftir föngu leita til sjónarmiðum og tillögum íbúa, umsagnar og þeirra sem hagsmuni að gæta með virkri samvinnu gegnum allt skipulagsferlið, samanber grein 5.2 í skipulagsreglugerð. Stofnunin bendur á að þegar unnið er deiliskipulagi þegar byggðu hverfi skal leggja mat á varðveislugildi svipmóts byggðar og einstaka byggingar sem fyrir með gerð húsakönnunar, samanber 4. málsgrein 37 skipulagslag. Nú, með þessu fylgja 2 umsagnir þetta deiliskipulag. Og það er náttúrulega fyrst og fremst verið að fjalla þarna kirkjuholtið og þann hluta sem að einhvern tíma fyrir nokkuð löngu síðan og það kemur fram þarna í ákveðnu bréfi sem með að þegar að Kálatjarnarkirkja var 100 ára þá var henni gefið þessi lóð. Hún var keypt af eftir því sem að kemur fram þarna í bréfi sem þarna fylgir með í fylgigögnum frá Herði Einarssyni og hans fjölskyldu. Nú, það, eftir því sem að hann segir sjálfur í þessu bréfi, að lóðin gjöf Vatnsleysstandarhrepp til Kálatjarnarkirkju í tilefni 100 ára afmæli kirkjunnar skilyrði fyrir gjöfina einungis verði byggð kirkja að safnaheimili á lóðinni.
Þetta segir hann að hafi staðið í afsalnum sem var dagsett 18. apríl 1995. Það er náttúrulega mjög erfitt að fara að skipuleggja allt íbúðabyggð á einhverju sem að þarna er. Síðan náttúrulega þetta er svona óbyggt svæði, þetta er svona gamall leikvöllur og sumum finnst þetta náttúrulega ekki fínt, en við náttúrulega eigum land hérna umhverfi sem er náttúrulega mjög mikið og af hverju endilega fara að byggja þarna. Það er náttúrulega, þetta er kannski fjallar undir það að við Reykjavík þá heitir eitthvað sem heitir þétting byggðar, en ég er ekkert viss að það eigi endilega við hér. Nú, síðan náttúrulega var þetta önnur umsögn sem að við skulum tæpa á, sem er náttúrulega íbúinn sem að þegar hann kemur út á tröppurnar hjá sér, horfir alltaf yfir þetta óbyggða land. Og finnst það nú bara mjög fínt að hafa þetta þannig. Ég held að við eigum nú svona aðeins áður heldur en að við förum nú að halda áfram með eitthvað deiliskipulag á þessu, að fá þetta á hreint, hvort að við lendum í einhverjum vandræðum. Nú er þetta ekki alveg komið ljóst hvort að, sko, ég hafi heyrt að kirkjan hafi endilega afsalað þessu aftur til sveitarfélagsins. Nú ef þessu er afsalað til sveitarfélagsins, liggur þá þessi kvöð sem að þarna er, sem stendur í þessu afsali, hún ennþá í gildi sem að var í þessu afsali sem var frá 18. apríl 1995. Kannski menn hérna í framtíðinni muni vilja hafa einmitt svona eitthvað óbyggt svæði, einhverja hóla þarna sem að menn geta rölt einhver tíma var rætt það hvort að við getum haft eitthvað hundagerði þarna, það þessu var nú ekki. Ég er ekkert endilega á því að það eigi að vera þarna heldur vegna þess að en að fara að setja hús í hringinn í kringum þetta í einhverju svona, hvað ég var að segja, einhverju óleyfi og einhverju baráttu við einhverja aðra. Ég er ekki viss að það sé gott, heldur verði að leysa það mál áður heldur en að verði haldið áfram með þetta. Þetta er bara mín skoðun. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Jón Geir. Þetta mál er náttúrulega bara í vinnslu og eru umsagnir sem að koma aftur inn í skipulagsnefndina. En ég ætla að leggja hérna jafnvægt til að þetta umrædda plagg sem er annað fylgigagna undir þessum lið ég ætla að leggja það til að það fylgigagn verði tekið fyrir á næsta fundi bæjarráðs, varðandi þá þann texta sem að í því stendur. Þessi svo sem ekki sem verður leyst hér á þessum fundi og það bara að ræða betur kannski í bæjarráði og síðan náttúrulega eru þessar umsagnir sem að bárust, það var rætt í skipulagsnefnd og skipulagsnefnd